hvað liggur svona rosalega á að afgreiða veiðigjöldin? Þeim var nú hent óvænt inn í þingið, trúlega til þess að stemma stigu við afsögn Áslaugar Lóu sem þá var í gangi. Það þurfti svona einhverja spjörklípu, eitthvað stórt mál til þess að fela það. Þannig að því var svona hent inn í þingið á einhverjum tímapunkti sem að bjóst enginn við að fá málið, það kæmi þá fram. Algjörlega óundirbúið. Einhverju útreikningar sem að menn voru búin að kalla eftir og þessi gögn og allt þetta sem að ég veit að hlustendurinn þreyttir á að hlusta á en geta bara kveikt á, ég veit ekki, ég plóta þátturum fyrir spila eftir 2 vikur, geta kveikt á Alþingisrásinni og hlustað á þessu umræðu. Og þegar það svona ofboðsleg gagnrýni, ekki bara frá alþingismönnum, af því alþingismenn ekki að vinna inn í tómarúmi. Hver einasti alþingismenn að heyra í alls svona fólki, spyr fólk sem í greininni og alveg sama hvaða mál það bara heyrir, hvernig þetta, því að, ég hef ekkert vita á sjávarútvegi, sko, eða, svona ýmsum málum, sko. Ég veit á skattheimtu, en ég veit ekki hvernig rekstur þessar fyrirtækja eða hvernig þetta kemur við sveitafélögin og svona. Og þegar það þannig að það svona bara gegnum gangandi ábendingar frá ýmsum ólíkum hagsmunaaðilum að þetta sé óljóst hver afleiðingin að þá eiga menn auðvitað að stoppa eins og staldra við og drullast bara til að koma þá með þessa útreikninga og sýna þá